verið velkomin á leik Stjörnunnar og Aftureldingar. Þetta fyrsti leikur í úrslitakeppni karla. Ólafur Jóhann heiti ég og lýsi þessu leik fyrir ykkur í kvöld. Leikurinn fyrsti leikur í umspili sæti í undanúrslitum. Þannig að það 2 leikir að komast í undanúrslit. Sigurliðið mætir þar deildarmeisturum Káa. Gaman að sjá hvort liðið það verður, en liðin eru hérna að klára upphitun. Stjarnan endaði Mísunú-deildina í 4. sæti og meðan að Afturelding endaði í 5. og neðsta sæti. Liðin keppa því síðasta sætið í undanúrsliti. Stjörnumenn hafa haft gott tak á Aftureldingu í vetur, unnið 3 af 4 leikjum og töpuðu 3-2 sigurleiknum í Aftureldingu og verður gaman að sjá hvort að Afturelding nái að bæta aðeins fyrir það. Svo þarna Strafko Demirev mættur hjá Aftureldingu og liðsauki. Gera sig núna klár að kynna þetta leiks. Leikurinn fer fram í Álftanesi á heimavelli Stjörnunnar. Skulum hlusta á kynninguna. Velkomin á leik Stjörnunnar og Aftureldingar. Gerum að því að kynna lið. Brúsulega hjá þeim. Fyrirliði þeirra Kjartan Fannar. Takk í samvægir. Verið hjartanlega velkomin á leik Stjörnunnar og Aftureldingar í Mísunú-deild kvenna. Karlar, Sigur. Til að byrja að kynna fyrirliða og þjálfara gestaliðsins. Fyrirliði Kjartan Fannar Gretarsson. Kjartan Fannar fyrirliði Aftureldingar kynntur til leiks. Strafko Demirev mættur á skýrslu í Aftureldingu sem þjálfari. En alltaf jafna það Pjótr Kempisti. Fyrirliði Stjörnunnar Benedikt Baldur að venju. Egil Þorri skráðu þjálfari. Gaman að sjá hvort að Strafko ná að hleypa smá lífi í Aftureldingu eða þeir hafa verið svolítið stjórnlausir á tímum. Það verður fróðlegt að sjá. Gífurleg reynsla sem að Strafko býr yfir og hann er nú svolítið horfið úr sviðsljósinu síðan að gerði HK Íslandsmeistara. Það er lítið farið fyrir honum síðan. Gaman að sjá hvort hann setti svip sinn á þessa úrslitakeppni. Og hann finnum við dómaraleiksins, aðaldómari Brynjar Júlíus Pétursson. Dómararnir kynntir, Brynjar Júlíus aðaldómari, honum til aðstofar Jón Ólafur Valdimarsson. Brynjar var einmitt fyrirliði HK þegar að Strafko gerði á síðasta Íslandsmeisturum. Þeir þekkjast vel. Það eru stjörnumenn að fara yfir hlutina. Síðasti leikur liðarna voru í kjörisbikarnum. Þar mættu Aftureldingamenn Káa og töpuðu þeim leik 3-0. Á meðan að stjörnumenn gerðu góða ferð austur í Netkustad og sigruðu þar heima með 3-1. Afturelding því úr bikarnum og þetta er þeirra síðasti séns á titli. Stjörnumenn eru bæði inn í bikar og deild, þannig að þeir eiga góð titla og líka þeim. Það er kynna inn byrjunarlið Aftureldingar. Lítið sem kemur óvart þar. Á Frelsingi númer 11 Ólafur
Kjartan Fannar, Ingólfur, Eddu, Fjótt og Alexander. Það er að byrjunarlið Stjörnunar. Litlir möguleika þær í boði. Fámennt lið að venju. Matthew Gibson, Jannis, Þorsteinn, Benedikt, Kristoffer og Valgeir. Andris Frelsingi. Það var alltaf að vera klárt fyrir þennan leik. Fámennt í salnum. Sennilega allir límdir við skjáinn. Formann Aftureldingar Júlínu Kristínu ásamt sínu liði. Það er Afturelding sem byrjar. Vilmar gefur upp. Það er alltaf verið klárt. Benedikt tekur á móti, vandræði þarna hjá Stjörnunni. Hvað gerir Afturelding? Nei, þetta er út. Matthew Gibson í aukjöf. Fín móttaka hjá Aftureldingu. Fjótt slær hérna í háar Stjörnunnar. Benedikt setur lausan yfir. Aftur slær Fjótt í háurnina. Hvað gera þeir? Fæstir Aftureldingar. Lausbolti þarna sem að Stjörnumenn hefðu mögulega geta varið. Það er Fjótt sem fer í aukjöf, hann tekur standandi aukjöf, fín móttaka. Það gerur Benedikt. Þeir verja þetta. Gott stíð þarna hjá Radoslav Rybak. Þannig sókn aftur að Benedikt, setur lausan yfir. Það er ekki mikil harka í þessum sóknum, hann Valgeir og Valgeir, hann slær hennan út. Liðin byrja þetta nokkuð örugt, þeir eru ekki að taka mikla sénsa. Flott móttaka hjá Stjörnunni og Valgeir. Og slær þarna í háurninu út. Kjartan Fannar nær ekki að loka þessu. Þá gefur Benedikt upp. Fín móttaka. Benedikt sækir. Flott stíð þarna. Hefnir fyrir stíð aðan, slær í Valgeir út. Það voru uppgjöf hjá Aftureldingu. Góð uppgjöf, Benedikt nær ekki að taka á móti þessu. Kastar hérna í gegnum fingurna. Flott stíð hjá Aftureldingu. Hún er yfir 5-2. Það var oft á tíðum byrjað leikina sína vel. Nú þurfa þær að halda út allan leikinn. Fínastur móttaka þarna. Jannis. Þetta er varið. Aftureldingu, þeir ná ekki að verja þetta Stjörnumenn. Liðin eru bæði að sækja svolítið á Howard, andstæðingana.
nota hana svolítið, slá í hann út. Þannig ekki góð uppgjöf á Kjartan Fannefi. Þorsteinn Guðmundsson kom í uppgjöf á Stjörnunni. Gott færi sem er ekki langt út þessi. Lítil pressa í uppgjóðunum hjá Stjörnunni. Afturhaldingamenn þurfa að nýta sér þetta. Hólbóltan og Edu. Hann slæðir þetta í hálfvarnina en Róman dæmir úr snertingar. Þessi bolti hann farið í Valgeir. Ekki viðurkenna það. Þorsteinn ennþá í uppgjöf. Vandræði þarna í afturhaldingu á móttökunni. Edu slæðir hennan út. Stjörnumenn jafna 6-6. Uppgjör og Þorsteini líta ekki út fyrir að vera mjög erfiðar en er setja afturhaldingamenn samt sem áður í vandræði. Góð móttaka þarna og hvað gerir aftur miðjuna. Kristoffer lokar vel á þetta. Edu. Finna lausnir og finna leið í gegnum háur Stjörnunnar. Fín móttaka þarna. Þarna kemur að gott stig. Hjartarstaf setur þennan beint í gólf. Rakku þarna með góð ráð til Ingo. Móttaka Benedikt. Valgeir. Þetta er varið. Kemur Alduslav. Hann slæðir hennan. Hann skorar. Nokkuð ljóst hvaðan stig afturhaldingar eiga komið í kvöld. Er alltaf treysta á Ólympíufarann. Hann er mættur í uppgjöf. Fínast uppgjöf, vandræði þarna hjá Janis. Hann sækir. Gerir vel. Leifar þessi yfir, Stjörnumenn verja. Lappirnar yfir línuna. Afturhalding með tveggja forystu 9-7. Valgeir Valgeirsson mættur í uppgjöf. Hann ætlar að hoppa. Fínast uppgjöf í honum. Og Ingo, hann laumar þessi yfir. Góð vörn hann hjá Valgeiri og Janis. Hann laumar líka. Alduslav. Góð vörn hann hjá Ástris. Stjörnumenn setja lausan bolta yfir. Hann fer á Edu. Hann skorar hérna. Gott stig. Mikilvægt stig hann hjá afturhaldingu. Langt rally. Þeir halda forystu. Fínasta móttaka þarna hjá Benedikt. Það er Kristoffer, hann slæðir hennan. Alveg nægilega vel tímasettur þarna Kristoffer á miðjunni. Nei, þessum bolta ekki niður. Aftur er Edu í uppgjöf. Það er Janis sem tekur á móti, flott móttaka og hann sækir.
Eflur sem var frá línni og Pétur varði við. Jannis var þá beint í uppgjöf. Hann hoppar sennilega. Hvað árangur það ber. Fínasta uppgjöf þarna, en góð móttaka. Það brot. Mætti verða framlína. Spurning hversu lengi hann ætlar að spila þennan leik. Hvort hann haldi út alla leikinn. Það er að glíma við meiðsli. Alexander í uppgjöf. Vandræðan í móttökunni. Gott stig afturhaldningu. Góð tök á þessari hreinu. Alexander aftur í uppgjöf. Ástríðstökum á Benedikt. Hanna hjá Edu. Á vandræði hjá afturhaldningu. Kristoffer í uppgjöf. Afturhaldning missir þessa móttöku yfir. En fá boltan aftur. Það er ekki að slá þannig bolt yfir. Það er mistök. Kristoffer í uppgjöf. Það er Pjótt sem var boltan aftur og hann gefur hann betur. Það er hennan í gólfstjörnunar. Þakka vel fyrir sig. Ingólfur mættur í uppgjöf. Brett og sækir. Nær hennan út. Það er ekki nægilega vel tímasettur hérna í sókninni. Ingólfi, Jannis tekur vel á móti og það er Valgjör úr afturinu. Slær hann í netu yfir. Það gerir Pjótt hann lögum þessu. Valgjör næri ekki að volta. Afturhaldning með góða 5 stiga fórustu í leiknum. Góða pressu þarna á uppgjafarnar. Stjörnan tekur leikli. Aðeins að skerpa á sínu leik. Við heyrum hvað í þjálfarunum. Strefko fer hérna yfir hlutina með afturhaldningu. Það er einhver skilabóð hérna til sinna manna. Sennilega eitthvað að tala háurnina. Það er að vera betur stilti þar. Það hefst leikurinn að nýju. Ingólfur að nýju gjöf. Fínasta móttaka hjá Jannis og Valgjör aftur í mótur. En sláðir út stjörnumenn. Þeir verða að fara að hitta völlinn. Jannis vandræði missir þessa móttaka yfir. Það var rætt og sláðið stjörnuna. Valgjör verði þetta fínt. Ekki náður að byggja upp sókn. Svo fær boltan aftur. Fimmta stig afturhaldningar í röð. Fínasta pressa hjá þeim núna. Með hrikalega öfluga sóknarlínu. Það er Benedikt, fín móttaka í honum og hann fær boltan. Laumar þessum yfir. Góð undirdekkun hjá Pjótt.
Aftur að ratast á sér boltan. Góð miðjusókn hérna. Þorsteinn sofandi hinum við netið. Enn í uppgjöf, þessi beint í net. Og Matthew Gibson mættur í uppgjöf, stiga eftir leikmaður í uppgjöf í Mísónudeildinni. Hvað gerir hann? Fín uppgjöf þarna. Flott, orkusmassa þarna. Stjörnumenn ná ekki að halda þessi leik. Ástris vel staðsettur en vantaði aðeins upp á vörnina hjá honum. Þá Pjótr farinn í uppgjöf. Þetta áfram að taka standandi uppgjöf. Völd móttaka þarna í Stjörnunni og Valgeir. Fín vörn þarna. Pjótr úr afturlínu. Aftur setur hann þarna Ástris. Hann ekki að verja þennan. Afturhelding að sigla þessari hrinu. 21-12 í staðan. Vandræðarni á Stjörnunni. Lausbolti yfir. Stæðir hann í bændið út. Flottur leikur í afturheldingu. Stjörnumenn þurfa aðeins að gíra sig í gang. Stutt uppgjöf þarna. Benedikt nær þessum og Valgeir. Stjarnan með stig þarna. Flott að reyna kunstir þarna í uppgjöfinni. Benedikt sá við honum. Frábær uppgjöf þarna Benedikt, setur hann beint á línuna. Þetta var ekki alveg viss hvort hann væri inn eða úti. Fátt að láta hann fara. Þetta aftur. Ólafur þarna í móttökunni, flott móttaka og Fannar. Og Jannis fyrir Stjörnuna. Fín vörn þarna. Mikilvægt fyrir þá að koma sér í gang. Þessir út. Hitti Benedikt línuna í þetta skiptið. Það var Kjartan Fannar í uppgjöf fyrir afturheldingu. Notar fínasta móttaka hjá Benedikt. Það er Jannis. Það er henni að lauma þessum bolta út. Smá miskilningur hérna í Brynjari, hann ætlaði bara að slúta þessari hrinu. Það er 24-15. Afturhelding þarf 1 stig í viðbót. Fannar í uppgjöf. Vandræðan í móttökunni á Stjörnunni. Öskularni á Gibson ekkert dæmt. Afturheldingum aðeins að láta heyra í sér. Þorsteinn í uppgjöf. Fín móttaka hjá Hedu. Hann slær. Þeir blokka þetta. Afturhelding missir boltan yfir. Þá er það Jannis. Flott slag á Jannis. Hann er ekki vakandi hérna í vörninni. Fín staðsetning en stendur fjöldur betur. Þorsteinn henni í uppgjöf. Andrið þarna í móttökunni er missað þetta yfir og Kristoffer. Messi búinn að koma þessu yfir aftur. Afturheldingamenn. Kristoffer vakandi áttum við netið. Það er leikrið afturheldingu. Aðeins að missa dampinn. Þeir vilja ekki hleypa Stjörnumönnum í gang.
Þetta fara þarna yfir myndunum með sínum mönnum, segja þeim að halda áfram. Það er mjög mikilvægt fyrir þá að koma sér bara í gang. Og þeir ná ekki hrunni að koma sér saman sem áður á stað fyrir næstu hrunnu. Tekur nægir eitt í viðbót að sigra fyrstu hrunnu. Að fá góða mótum svo og ná góður í svo. Þorsteinn enn í aukjöf. Jótsson tekur á móti. Rattistæði fær boltan og hann slær í Jannis út. Afturhalding tekur fyrstu hrunna 25-18. Góð byrjun hjá þeim. Þeir að halda haus allan leikinn. Stjörnumenn þurfa að halda áfram og koma sér í gang. Full seinir af stað. Afturhaldingamenn hafa svolítið engilvað í vetur að þeir virðast alltaf vera að bíða og bíða. Það er alltaf næsti leikur. Núna eru þeir að vera upp í skoppa með leiki og þeir þurfa bara að fara að keyra fullu gasi út leikin eða ætla sér ekki að fara að snemma í sumarfrí. Spurning hvort að Strafko gerir einhverjar breytingar á liðinu eða haldi sama liði. Það var ótt til að full mikið milli þeirra. Sjáum að Felix Gíslason, fyrirlið Afturhaldingar, er á hækjum. Meiðslum. Í undanúrslitum Íslandsmeistaratitilinn og þurfa liðin að vinna 2 leiki til að komast áfram. Þannig að leikurinn er á 50-daginn í Varmá. Liðið sem að sigrar þessa viðureign mætir KA í undanúrslitum. Spiluðu til úrslita í fyrra við HK. Þeir vonandi sig væntanlega að fara aftur í úrslit í ár. Byrjunarlið hjá Afturhaldingu. Keyra á Stjörnunni í gegn. Það var flottur leikur hjá þeim. Svolítið sem Stjörnumenn geta breytt sín megin. Arnarsson skráður þjálfari sem er á varamannabekk Stjörnunnar. Þetta er í liðið Ragnar Már Garðarsson sem kom sterkur inn í síðustu leikjum. Hann er fjarverandi í dag. Þannig að Stjörnumenn geta ekki breytt mikið. Í aðra hrinu, það eru Stjörnumenn sem gefa upp. Nú þurfa þeir að fá aðeins meiri pressu í sínar uppgjafir. Matthew, þetta er góð byrjun þarna.
Edu lét hann að fara, hann var út. Þessi netið full stutt þessi aukjöf. Þá er Ingólfur í aukjöf fyrir afturhaldningu. Ástrís með fína móttöku. Það er Þorsteinn, hann er beið eftir þessu. Þetta var full augljóst val hjá Matthew að setja hann hérna á miðjuna. Fannar vissi alveg hver var að fá boltann. Lokaði vel á hann. Fínasta aukjöf hérna hjá Ingólfur, vandræði hjá Benedikt. Hann fær boltann og slær þennan út. Hann hefur ekki fundið sig nægilega vel í leiknum. Þeir eru að slá full marga bolta út. Gefur Ingólfur upp. Þessi alveg í hornið. Ekkert við þessu að gera. Benedikt lét henni að fara en hann datt hann í hornið. Frábær aukjöf hjá Ingólfi. 4-1 fyrir afturhaldningu. Þeir halda áfram sömu pressu og í fyrstu hreinu. Ástrís með Benedikt, setur lausan yfir. Góð vörn þarna í Ólafi. Fjóll laumar þessu alveg aftast. Jannis sá við þessu. Ólafur missir hennan bolta yfir en Þorsteinn ekki vakandi fram yfir net. Ingólfur lét hennan fara. En það í afturlínu hefði ekki mátt sækja hennan yfir netið. Sofandi hátur hjá Stjörnunni. Flott móttaka af Valgeiri. Gerir hann í sókn. Það er hérna í Rattataf. Stig. Benedikt í aukjöf fyrir Stjörnuna. Vandræði hérna hjá Edu í móttökunni. Afturhaldning setur lausan bolta yfir. Benedikt úr afturlínu, laumar þessum beint í gól. Flott sókn hérna hjá Benedikt. Flott sóknardreifing hérna hjá Matthew, hann er að nýta alla sína sóknarmenn. Setur afturhaldning í smá vandræði fram yfir net. Þeir missa þennan bolta yfir. Þorsteinn slær þetta niður. Úr afturhaldning að halda haus. Þeir mega ekki leipa Stjörnur inn í leikinn eða ætla sér að ná í sigur. Fín móttaka hérna hjá Edu. Björn, hann laumar þessu yfir. Ástrís aðeins svo seinn hérna. Flott lauma hjá Björn. Hann er mættur í aukjöf og enn tekur hann standandi aukjöf. Valgeir. Björn er ekki að verja þetta. Valli er að reyna að verja sína menn áfram. Þorsteinn. Góð aukjöf þarna. Hjá Þorsteini, Edu í vandræðum í móttökunni. Smá fastla honum. Stjörnumenn byrja betur í þessari hreinu. Staðan 6-6. Þorsteinn í aukjöf, aftur setur hann á Edu sem gerir vel þarna. Stjörnum vel þarna bolta og Jannis. Hann slær þetta út. Þetta er langt frá netinu þarna. Hefði átt að gera aðeins betur. Kjartan mættur í aukjöf. Það er Benedikt sem tekur á móti þessu. Valgeir sækir. Alexander stöðvar þetta. Bartur fær Valgeir boltann. Laumar þessu. Fannar mættur hann í vörn. Og Valgeir aftur. Glæsilegt stig. Slær hann í Edu út.
Stjörnumenn mættir af krafti í þessari hinu. Valgeir fyrir uppgjöfina. Föst uppgjöf Valgeiri, góð móttaka og Edu. Flott sókn þarna, Benedikt nær ekki að verja þetta. Radoslavur Rybak í uppgjöf í afturheldingu og hann hoppar. Fínasta móttaka hjá Benedikt. Það er Janis og hann slær þetta í Rybak út. Flott sókn. Það fyrir Janis í uppgjöf og hann heldur áfram að hoppa. Og setur hann í netið. Hann er ekki með stöðuðar hoppuppgjafir og spurning hvort hann fær ekki að skipta yfir í standandi uppgjöf eða flott uppgjöf. Það er Edu mættur í uppgjöf í afturheldingu. Hann tekur flott, fínasta móttaka hjá Janis og Benedikt. Hann á að verja þetta afturhelding, setja lausan yfir. Kristoffer. Aðeins og hárbolti þarna á miðjuna hjá Matthew. Kristoffer kemur þess ekki yfir. Kvart þarna aðeins yfir varnarleiknum í afturheldingu. Brynjar hlustar ekki á neitt múður. Stutt uppgjöf í afturheldingu. Janis tekur vel á móti. Benedikt. Góð vörn þarna hjá Edu og Pjotr. Þeir loka á hann. Og aftur fær hann boltan. Valgeir missir hennan í loftið. Fínasta sókn í afturheldingu. Valgeir hérna vel staðsettur en misti hennan fullhátt. Henn er Edu í uppgjöf. Ástrís hérna á móti og Benedikt. Ólafur ver þetta. Afturhelding kom með þessu skemmtilega yfir. Benedikt. Alexander lokar á þetta. Aftur fær hann boltan. Ingólfur nær að setja hendurnar í þetta. Og þá er það Radoslav. Fínasta vörn hjá Valgeiri. Missir þetta ofan á strenginn og er það Ingólfur mættur. Sér til þess að hann komi ekki, að boltinn komi ekki yfir. Afturhelding, aftur konum með tök á hryðunni. 12-8. Edu í uppgjöf. Stuttur bolti aftur, Janis velvakandi. Þá er það Valgeir úr afturlínni. Slær hennan í Pjotr út. Vel gert. Valgeir vill að fá fleiri bolta. Heitur, allir vita að hann sé heitur. Kristoffer í uppgjöf. Fínasta uppgjöf þarna. Og Pjotr. Hann hamrar hennan í gólfið. Stjörnumenn vita að hann sé mættur til leiks. Setur hann að grimmt augnaráð yfir netið. Það er Alexander Stefansson mættur í uppgjöf. Fín móttaka þarna með Janis og Benedikt. Það er ekki að verja þetta slag frá Benedikt. Betri sóknarleikur á liðanum núna. Þannig visturinu. Þá Matthew mættur aftur í uppgjöf. Setur hann á Edu sem gerir betur. Og Fannar á miðjunni, flott sókn. Janis ekki nógu snöggur hann niður. Ingo þarf að koma Fannar í gang til þess að binda háurnina hjá Stjörnunni. Góð uppgjöf hérna hjá Ingo. Það var Valgeir mættur. Hann slær hérna langt út. Sennilega að reyna að hitta hérna í háurnina en þeir leta hann fara. Afturhelding enn með 5 stöðu fórustu. Benedikt í vandræðum í móttökunni á Valgeir. Þarna gerir hann betur. Það er hérna aftast á völlinn og Edu nær ekki að verja.
og Fannar ná að verja þetta og koma þessu yfir. Afturhending, flott, hann slær hérna í Janis út, rétt út. Björn mættur í aukjöfuna, setur lausan hérna yfir, Ástrís missir þetta yfir og þar Fannar mættur. Þessa bolta með Stjörnumenn ekki missa yfir þegar Kjartan Fannar upp fyrir net. Það endar bara einn veg. Stjarnan tekur leikhlé. 17-11 fyrir Aftureldingu. Lítur vel út hjá Aftureldingu á meðan að Stjörnumenn að koma með bakið upp fyrir vegg. Trapping fer hérna yfir hlutina með sínum mönnum. Segja þeim að halda áfram að pressa á þá í móttökunni. Ekki gefa neitt eftir. Afturhelding má ekki sleppa tökin af hrunni. Þeir má ekki leipa Stjörnumönnum í gang. Bendi tekur hérna á móti á Valgeir. Flott sókn hérna, þessi boltir inn. Þessi sókn hjá Valgeir inn. Við hérna greiði uppgjöf fyrir Stjörnuna. Það er Þorsteinn. Fín móttaka hérna Edu og Fannar mættur miðuna aðeins og seinn hérna. Og Valgeir. Flott sókn hjá Valgeiri. Það er sjóðandi heitur Stjörnumegin. Fín móttaka hérna hjá Ólafi og Edu. Matthew verð þetta. Kristoffer spilar upp og Janis. Og Ingólfur nær að verja þetta. Setur lausan yfir. Og Valgeir. Aftur skora Valgeir. Setur hann hérna í hausinn Ólafi. Valgeir ætlar ekki að hleypa þessar hraunu frá sér. Flottur leikur hjá Vala. Þorsteinn í aukjöf, Hessur út. Þannig lét Edu hann fara og nú var hann réttum megin við línuna. Og Fannar mættur í aukjöf. Það er Janis. Hann sækir. Stig á Janis, það er hann aftast á miðjan völlinn. Flott stendur varnarlaus. Átján 15. Valgeir í aukjöf. Hessur langt út, kærulaus. Valgeir hana. Það er flott hjá Radoslav. Janis sendur hann fullt nálægt netinu þarna. Matthew reynir að spila á Kristoffer en Alexander sér við þessu. Þarna var þessi móttaka nálægt. Getur spila hann í vandræði. Því hefur sannlega geta laumað þessum bara yfir. Aftur er Radoslav í aukjöf. Og Benedikt enn missaðir hann nálægt og yfir. Hann sækir úr afturlínu, Hessir inn. Og afturlínu sókn í Aftureldingu. 21-15. Enn er Radoslav í aukjöf, Janis tekur vel á móti og Kristoffer á miðjunni. Flott sókn. Og miðjusókn hérna hjá Stjörnunni.
Jannis í uppgjöf hjá Stjörnunni. Hann hoppar aftur. Þessi fer yfir, Ólafur í vandræðum. Radoslav slæðir þetta, góð vörn hjá Valgeiri. Jannis úr afturlínu. Flott vörn þarna á Edu. En verða þeir góð fórnandi á Benedikt, slæðir þetta í hávörninu út. Flott rally þarna hjá báðum liðum. Unna varnir. Hann sendur áfram að hoppa. Þessir út. Það vantar smá stöðuleika hjá honum í uppgjöðarnar. En hann að taka smá áhættu með því að hoppa. 22-17 fyrir Aftureldingu. Edu í uppgjöf. Það er flott hjá honum. Ástríðs tekur vel á móti og Valgeir úr afturlínu. Hann setur hennan á miðjan völlinn. Þarf ekki alltaf að vera fast. Bara að setja hann á réttan stað. Kristofer. Edu hann í vandræðum. Ingólfur setur hann á Radoslav. Góð sókn. Stjarnan setur lausan bolta yfir. Hvað gerir Ingo? Það er Pjótt, hann laumar. Þessi beint í gól. Valgeir ekki nægilega snöggur hérna. Góð lauma hjá Pjótt. 23-18. Alexander í uppgjöf hjá Aftureldingu. Setur hann á Jannis, góð móttaka hjá Jannis og Benedikt tekur hérna stuttan. Jannis nær ekki að verja þetta. Góður sóknarleikur hérna á Stjörnunni. Aðeins að hreyfa við Aftureldingaliðinu. Matthew mættur í uppgjöf. Fín móttaka hjá Ólafi og Fannar á miðinni. Það var ekki að stoppa þetta Stjörnumenn. 24-19. Eitt stig til viðbótar hjá Aftureldingu og þá eru komnir í ansi góða stöðu. Ingólfur í uppgjöf. Hessirinn, Benedikt lét hennar fara og hann hafnaði inn á vellinum. Góð uppgjöf hjá Ingólfi. 25-19. Afturelding 2-0 yfir. Góð byrjun að þeim, Stjörnumenn í vandræðum. Ekki byrjunin sem að þeir vildu á þessari úrslitakeppni. Aftureldingamenn að koma nokkuð óvart. Eins og ég sagði, þeir hafa verið þannig eins og þeir séu að bíða og bíða. Nú er spurning hvort þeir séu loksins mættir. Það vantar svolítið upp á stjórnina hjá þeim. Spurning hvort að innlegg Strafko sé að hafa góð áhrif á þá. Reynslu mikið. Miklu líflegra hjá Aftureldingamönnum þessa stundina. Þorri að fara yfir máli með sínum mönnum, hvað þeir þurfa að laga. Bæði lið hafa verið að glíma við það að vera með spilandi þjálfara sem að getur verið ókostur. Þjálfararnir þurfa að vera spilandi inn á með annað sjónarhorn á leiknum. Afturelding og Stjarnan mætast svo í kvennaflokki í Ísumódeildinni að leiklögnum eða klukkan 8. Í beinni hérna á Sport TV. Ísumódeild kvenna klárast núna í vikunni.
spila síðustu leikina. Það er sama byrjunarlið hjá Aftureldingu, engar breytingar. Gerir ráð fyrir að það sé það sama hjá Stjörnunni. Spurning, koma Stjörnumennir inn í leikinn eða nær Afturelding að klára þetta 3-0? Það er Afturelding sem byrjar í uppgjöf. Ingólfur var að byrja það sem hann endaði. Það var að vera fínar uppgjafir í honum. Setja góða pressu á Stjörnuna. Það er alltaf að vera klárt fyrir þriðju hrinu. Ingólfur setur þetta á Janis. Lendir í smá vandræðum, Ástríð spilar upp og Benedikt til að loka þetta. Postinn á miðunni, vel varið hjá Ingó og Radoslav. Valgeir ver þetta. Benedikt afturslarinn í áhörnina. Það er að Valgeir úr afturlínni, hann setur þetta í netið. King áhörnana í Aftureldingu. Stjörnumenn í vandræðum með að komast fram hjá. Ingólfur gefur aftur upp. Benedikt setur hann full framalega. Matthew laumar þessu yfir. Aftur er Radoslav, slæðir þetta á Ástríð Sver. Stjarnan setur lausan bolta yfir. Það er gott mættur, laumar þessu. Áverðna Matthew. Aftur lokar hann á hann. Það er Radoslav boltan, hann slæðir hennan beint í gólf. Kert þarna hjá Radoslavur í bak. Það er pólsk framlína hjá Aftureldingu síðkvorum megin. Gríðarlega öflugir sóknarmenn. Janis tekur hana vel á móti og Benedikt slæðir þetta í áhörnina. Aftur fær Radoslav boltan og á sama stað. Valgeir nær ekki að verja þetta. Slá hann á 2 bolta í röð á nákvæmlega sama stað. 3-0. Afturelding byrjar enn og aftur á krafti. Og móttaka hana og Benedikt tekur aftur stuttan og Ólafur ver þetta ekki. Sókn á Stjörnunni. Það er Matthew sem mættur í uppgjöf. Svo hvað hann gerir. Setur hann á 1 og hann tekur vel á móti. Full áttu uppspil hann á Ingó og Valgeir. Og svo Valgeir er að nota áhörnina vel. Slæðir hann í hendurnar út. Matthew að gefa upp. Fer hann í strengjunu yfir. Rétt úr nær þessu. Skjótur laumar þessu aftast í hornið. Það er Janis mættur. Og Benedikt setur lausan. Fínasta vörn hann í Ástríðs. Og Valgeir. Afturelding. Það var að Pjótt. Slæðir þetta í Benedikt út. Eins og hann einum að lagi og þakkar hann vel fyrir sig. Svo beint í uppgjöf. Beint
Þetta Benedikt, fín móttaka og Valgeir. Ólafur ver þetta en missir þetta upp í loftið. Full framalega og sókn hjá Valgeiri. Heldur áfram að halda uppi sóknarleik Stjörnunnar. Benedikt í aukjöfinni, fín móttaka í Ólafi og Fannar hérna. Snæðir hennan í netið. Fín tilraun hjá Aftureldingu. Stjarnan búin að jafna leikinn 4-4. Benedikt gefur upp. Ólafur í vandræðum. Og Edu slæðir þetta inn. Stjarnan búin aðeins að kvart yfir uppspilinu hjá Björn. Vildu fá tvíslag. Dómarinn ekki sammála því. Það var það Kjartan Fannar í aukjöf. Vandræði þarna hjá Benedikt og Stjörnumenn. Það kom aðeins ekki yfir. Smá samskipta örðuleikar þarna og þeir taka leikhlé. 6-4 fyrir Aftureldingu. Stjörnumenn ennþá inn í leiknum. Einungis 2 stig sem munar. Aftureldingumenn fá sér bara kaffisopa á bekknum. Fullslagir. Eða ég gerir fastlega ráð fyrir þetta sé kaffi. Smá orka. Fannar sem gefur aftur upp. Móttaka þetta á Benedikt og Valgeir sækir. Edu nær að hægja á þessum. Fær sóknina, slæðir þetta. Benedikt nær að verja. Jótt uppspil hérna hjá Stjörnunni en þeir sleppa við það. Og Alexander með fína sjókn á miðjunni. Þorsteinn nær ekki að stöðva hann. Aftur erum við að sjá uppspil sem er ekki af flottari kantinum en einhver síður gilt. Fannar í aukjöf. Benedikt aftur í vandræðum. Valgeir nær að sækja þessu. Hann er að slá í hávörðunum út. Vel gert á Stjörnunni. Þorsteinn Guðmundsson mættur í aukjöf. Svo tekur hann á móti og Radoslav Janis stöðvar hann. Hann fær boltan aftur og aftur er Janis mættur en þessi er út. Afturhendingumenn ekki klárir á því hver á að gefa upp. Radoslav sem gefur upp. Hann er langt aftur. Hann ætlar að hoppa. Janis í vandræðum með þetta. Benedikt nær halda þessu leik. Þessi fer ekki yfir. Flott aukjöf hérna hjá Radoslav. Tekur hérna samblöndu af hopp og floti. Það er aftur. Ástrís tekur vel á móti þessu og Valgeir. Það er hann aftur í Edu út. Edu nær ekki að stöðva hann. Ég vil að meina að það hefur bara farið í netið en Edu snerti þennan. Þannig fyrir Valgeir aukjöfuna. Hann tekur flot. Og slæðir hann þarna og Edu sem lendir í vandræðum. Þeir koma þess ekki yfir. Flott aukjöf á Valla.
Edu í vandræðum í móttökunni. Aftur setur hann Edu, hann gerir betur þarna. Ráðuslag úr afturlínu, hann skorar. Ástríð nær ekki að verja þetta. Hentu hérna á dómarastólnum. Edu í aukju fyrir afturheldingu. Setur hann að Benedikt sem lendir í vandræðum og Jannis slær þetta. Alexander lokar á hann. Aftur fær hann boltan. Tekur hérna góðan krók. Svo setur laust en hnýtt miðan völlinn. Eins og ég segi, það er að gera fast. Þetta þarf bara að vera á réttan stað. 11-7. Edu enn í uppgjöf. Hannes tekur á móti þessum. Hann fær sóknina. Hann hellir þessum. Edu. Röstugt smass þarna hjá Jannis. Hann fer hann í uppgjöf og heldur sennilega áfram að hoppa. Það er uppgjöf þarna. Fínasta móttökur Ólafi og þessi beint á miðjuna. Alexander mættur. Aðeins fín sókn á afturheldingu. Þeir eru ánægðir með þessa sókn, afturheldingamenn. Stjarnan átti enga varnir við. Alexander í uppgjöf. Þessi missir hennan á strenginu, þeir ná að halda þessi leik. Og Benedikt, hann slær hennan út. Ekki alveg náð sér á strik í sóknarleiknum, Benedikt. Alexander enn í uppgjöf, 13-8. Þessir út. Laugaleg mistökanni Alexander. Kristoffer fyrir Stjörnuna. Setur Pjótr hann í smá vandræðin, gerir vel. Lár bolti þarna en Stjörnumenn, þeir eru sofandi. Afturhelding sækir þarna Pjótr, fínasta Howard með Matthew. Og afturhelding þarf að setja lausan yfir. Aftur er að klína þessu alveg upp á strenginn. Og Benedikt gerir vel þarna. Það verður ekki klárað í hvort hann væri að fara út eða ekki. Stjörnumenn halda sér enn inn í leiknum. Þeim vantar aðeins upp á. Þessi bolti er út hjá Kristoffer. Ingólfur í uppgjöf fyrir afturheldingu. Hessir enn og aftur í hornið hjá Ingólfi. Frábærar uppgjafir. Stjörnumenn er að reyna að láta þetta fara en boltinn dettur hann í hornið. Aftur er Ingólfur í uppgjöf. Setur hann á Valgeir. Og Benedikt. Kemur þessu fram hjá Fannari. Flott sókn af Benedikt. Matthew mættur í uppgjöf. Það er hann að koma sínu liði aftur inn í hruna. Setur Edu hann í smá vandræði og Radoslav slær þetta út. Það voru Stjörnumenn að fá nokkuð stig í röð, ná að jafna leikinn. Með réttan mann í uppgjöf til þess. Setur Edu hann í smá vandræði aftur. Pjótr, hann slær hennan út. Klaufaleg mistök. 2 sóknir í röð hjá afturheldingu sem að þeir ná ekki að setja inn á völlinn. Fín pressa hjá Stjörnunni.
Aftur á Edu sem lendir í vandræðum. Þessi hafnaði sennilega í loftinu. Fór aðeins úr mynd. Það er þetta net sem að hangir úr loftinu afturheldingamegin. Fínasta mótaka af Edu og Pjótt fær boltann og hann skýrar þarna stigi. Benedikt nær ekki að stöðva hann. 16-14. Hörkur hérna. Pjótt gefur þarna flott. Setur Ástrís í smá vandræði og Valgeir. Hann slær hennan út. Stjörnumenn vilja fá snertingu. Þessi var bara langt út. Jannis mótaka þarna og Valgeir aftur mættur. Nú setur hann í háörninu út. Benedikt mættur í gjöf. Ólafur hérna í móttökunni og Edu loka þetta. Valgeir skellti þess að þessi kom ekki yfir. Háörn hérna. 17-16. Stjörnumenn að koma sér nær hreininni. Þetta var með fína móttöku og Radoslav fær boltann. Jannis nær að koma höndum á þetta. Benedikt þarna úr afturlínni. Afturlíning setur lausan yfir. Ára Valgeir. Hann skorar á þetta gott stig. Það er hann beint í hornið. 17-17. Góður kafli núna hjá Stjörnunni. Ná að jafna leikinn. Afturhelding tekur leikhlé. Voru Stjörnumenn komnir í gírinn. Afturhelding þarf að stöðva þessa skorpu hjá Stjörnunni. Melkjón fer hérna aðeins yfir hlutina með Stjörnunni. Sennilega kvart aðeins yfir háörninni. Vilja léttari háörn. Enn í aukjöf. Edu með fína móttöku og það er Radoslav sem var boltann. Hann setur hennan í Þorstein út. Benedikt hljóp hérna eftir þessu en náði ekki að koma þessu leik. Það voru Kjartan Fannar í aukjöf hjá Afturheldingu. Setur hann á Benedikt sem að lendir í vandræðum. Það er Jannis sem fær boltann. Hann laumar yfir. Fínasta vörn á Ingo. Aftur lauma Afturhelding. Smá vandræði í varnarleiknum hjá Stjörnunni. Það er Alexander á miðjunni. Matthew nær ekki að verja þetta. 19-17 fyrir Afturheldingu. Aftur konið með 2 stiga forystu. Fannar í aukjöf. Setur hann á Benedikt, fín móttaka og það er Valgeir. Góð vörn hana hjá Fannari og Radoslav, hann slær hann aftur. Valgeir er ekki að verja þetta. Stóð þarna fullt framalega. 20-17, nú þurfa Stjörnumenn að taka leikhlé. Þeir mega ekki missa þetta frá sér núna. Allt annað að sjá lið Afturheldingar í þessu leik. Það verðist miklu meiri kraftur í þeim. Stjörnumenn héldu
alþjóðlegt boðsmót helgina. Það sem 8 lið tóku þátt. Þeir voru að spila alla helgina. Þurfti kannski vera smá þreyta í þeim. Afturhaldingamenn búin að vera í lengri fríi. Þeir eru allavega mjög ferskir til leiks. Enn Fannar Jökjöf. Setur hann á Benedikt sem gerir vel og þessi fer á Valgeir. Og góð vörn þarna hjá Björn. Afturhalding setur boltann yfir og Stjarnan, það Jannis. Hann slær þetta í framhaldar út. Góð sókn þarna hjá Stjörnunni. Skipting á Stjörnunni. Egill Þorri kemur inn fyrir Þorstein í uppgjöf. Egill gífurlega öflugar uppgjafir. Hvort hann náði sér á strik núna. Þú tekur vel á móti þessu og Alexander á miðjuna. Góð sókn Afturhaldingu. Benedikt átti ekki varnir við þarna. 21-18. 4 stig til viðbótar hjá Afturhaldingu. Þetta slag gefur þarna Benedikt í vandræðum. Og Jannis slær þennan langt út. Þetta hefur verið svolítið sóknarleikur Stjörnunnar í nótskvöld. Þeir hafa verið að slá mikið af boltum út. Þannig að Afturhalding hafa verið að setja lausa bolta á miðjan völlinn. Ástrís þarna í móttökunni og Valgeir. Afturhalding missir þetta yfir og það eru Kristoffer mættur. Slæðir þennan aftur á völlinn. Öskrar aðeins á sína menn. Valgeir í uppgjöf. Fín móttaka þarna hjá Pjótr og Ingólfur laumar þessu. Valgeir nær að verja þetta. Flott vörn. Laus bolti yfir á Stjörnunni. Og Edu slær þetta. Ávörn hann hjá Stjörnunni og aftur fær hann boltan. Þeir ná þessu. Nei, klauvalið mistökum hjá Jannis. Þetta lausan bolta út af. Það þurfa að gera betur. 23-19. Edu í uppgjöf. Móttaka hjá Jannis. Það Kristoffer á miðjunni. Þeir loka þetta Afturhaldingamenn. Og Jannis. Aftur lokaðir. Vel stillt hávörn. Enn og aftur, Alexander lokar á þetta og hvað gerir Jannis? Hann reynir að setja þetta í hornið en enn og aftur út af. Frábær hávörn hann hjá Afturhaldingu, þeir hleypa engu í gegn. 24-19, 1 stig til viðbótar. Edu í uppgjöf, setur stuttan hann og Jannis nær þessu. Nei. Slæðir hennan úr erfiðu færi í mittnetið. 25-19, 3-0 sigur hjá Afturhaldingu. Óvænt, en ekki óvænt. Þeir eru farnir á stað, loksins. Konir með yfirhöndina í þessu einvígi og þurfa aðeins 1 leik til viðbótar til að koma sér í undanúrslit. Stjörnumenn þurfa að hísa upp þessu buxurnar ef þeir ætla ekki að detta úr leik í þessar úrslitakeppni ansi snemma. Ég þakka fyrir mig að sinni. Minnið enn og aftur á kvennaleik Stjörnunnar og Afturhaldinga sem hefst klukkan 8 og einnig í beinni á Sports TV. Takk fyrir mig.
Verslunartækni. Allt fyrir verslanir, vöruhús og lager. Verslunartækni, Draghálsi 4. Mér finnst bara að það hvernig þetta hefur virkað fyrir mig og hvað það hefur bætt líðan og gefið mér aukna orku til þess að fara í þessa göngu og ganga á fjöll. Daginn eftir þú finnur ekki fyrir neinu, sama hvað þau hefur verið að ganga á fjörðin hérna og upp á fjöll. Maður er aldrei með hassberið. Líka það hvað maður er fljótur að jafna sig eftir átök. Krabbamein kemur öllum við. Farðu inn á lifiðernuna.is og legðu þitt af mörkum.